Særðir Úkraínumenn sem vinna því að ná bata segjast þrá fátt heitar en að stríðinu ljúki og vilja halda áfram að berjast fyrir landi sitt. Það sé sárt til þess að hugsa ef samið yrði falskan frið á forsetum Rússa. Elín Margrét heimsótti endurhæfingarmiðstöð hermanna í Kænugarði. Fyrir okkur flest lítið mál að kveikja ljós, opna hurð og skrúfa frá krana án umhugsunar. Hér í lífsbjargarmiðstöðinni í Kænugarði það eitt af því sem hópur særðra hermanna þarf að æfa upp á nýtt. Hér í þessu húsi ekki aðeins endurhæfingarmiðstöð fyrir slasaða hermenn, heldur líka hannað og gerð hér stóðtæki. Þessir hermenn eru að hanna græjur sem að passa fyrir hvern og einn sem á þurfa að halda og hér verið að 3D prenta gervifót. Margir sem sækja miðstöðina hafa fengið stóðtæki frá Össuri. En Oleg einn þeirra sem í ferli og bíður eftir stóðtækjum eftir að hafa mist vinstri handlegg og fótlegg í árás Rússa fyrir aðeins 4 mánuðum síðan. There was a missile that flew directly into our basement and nearby me, like 2 meters from me. So left side got injured, right side is mostly okay. Ívan hefur aðeins annan bakgrunn. Hann fréttatökumaður hjá Reuters og særðist í árásum Rússa á hótel þar sem hann var ásamt samstarfsfólki í ágúst í fyrra. Ívan stefnir á að snúa aftur til vinnu þegar hann nær bata. There is a war in my country and I have to film this war. I have to show for over the world our soldiers, our guys who are fighting with enemies. Oleg tekur í svipaðan streng. I remember why I joined the army. Because it seemed weird to do anything else than to try help, like to do your normal job, you know. The same applies now. Því vilji hann gera allt hvað hann getur til að leggja sitt af mörkum. Everybody is hoping for this conflict, for this war to end, but for Ukrainians it's very important on what terms it would end. You know, it's heartbreaking to think that part of your country will be occupied because there is so much pressure on Ukraine to just sign any papers right now or otherwise no help, no anything. People there are still Ukrainians. Their children will be taught to forget their roots, forget the language.